Seinni hlutinn, þá drögum við víra í þetta og setjum rofa hérna, hér kemur perustæði og hér kemur snúra hérna inn og hérna klóf til að styggja samband. Þannig að rafmagnið fer hérna inn, hérðan í rofan, úr rofanum hér og í peruna hérna. Og við byrjum hérna, þar sem peran er, víruna, stingum þetta vírum sem sagt hérðan og hingað og cirka frá 10 cm hérna út. Þannig getum við tengt það saman hérna ofan í og stungið þeim inn og sett það í rofa fyrir þess. Þannig að hérna eru þessi vírar hérna í rofadósinni og þið byrjaðu að setja svona spjald hérna upp á vírana, hérna, spjald hérna og tengið spjaldið hérna við, setjum skrúi hérna í og festið því hérna við. Og takið jörðina líka út. Við notum jörðin ekki neitt, við skulum bara kippa henni hérna út en þessa tvo víra notum við í perustæðið og þið byrjið á að setja þessa tókfestu hérna, þessa svörtu hérna, þetta geta tókfesta, hérna upp á vírana. Og síðan setjið þið hérna, þetta hérna botnin í perustæði hérna upp á og skrúið þetta saman. Og síðan náið þið hérna í botnin fyrir peruna hérna og tengið þessa tvo víra hérna, tengið það hér í, það stýtti ekki að hvori hvað, en já, bara tengið það hérna í. Þannig og skrúið skrúuna hérna, þannig utan að fara hérna í koparinn á vírnum og hér er koparinn á vírnum og síðan tókið þessa víra hérna í gegn og þá sest botnin hérna í perustæðið, hérna onni. Og síðan takið þið hérna hólk hérna, peruhólk, skrúhólk og skrúið hann hérna á og þá er perustæðið tilbúið fyrir peruna. Og hér er komið rofadósina. Þið klippið svona cirka þverhandar breidd hérna á milli, hérna vírana, tekið bara utan um vírana svona og klippt hérna, tekið hérna utan um vírana hérna, þá er það bara hérðan og hingað, cirka 10 cm og klippið hér. Og svo af einangrið vírana hérna, takið þess að plastið af hérna, cirka centimeter, klípið hérna sem sagt í vírin, í plastið og passið að töngin fari ekki í koparinn hérna og dragið síðan hérna plastið af og setjið síðan tengi hérna á. Þetta er hérna hvernig tengi og þið lyftið hérna upp svona litlu plasti og þá getið þið stungið, hér eru blávíratnir settir hérna inn í báðir og hérna er jörðin sett inn í hérna. Það er alltaf sami litur í tengjum. Þetta tengi er fyrir núllið, þetta hér tengi er fyrir jörðina og hér kemur frá rafmagnið inn hérna, gula hérna, kemur hérna inn rafmagnið, kallað fasi og hann fer í rofa og eftir hvernig rofinn liggur, hvort það ítt á hann eða ekki, þá fer rafmagnið hérðan og hingað og þá kemur ljós á peruna eða ekki og hér er rofinn, rafmagnið hérna inn, kemur hérna í ellið eða fasi og vírinn kemur úr perustæðinu, hann kemur hér. Þetta er líka tengt hann hérna, þá virkar rofinn bara hinn í stöðunni en við skulum bara hafa bara hér og síðan hérna koma litla skrúur í hérna til að halda þessu, setjum rofinn hérna í, þetta er rofadós og finnið þessar litlu skrúur hérna, það eru hérna í plastskúffu við gluggann og hérna þið sett skrúurnar í á undan og látið hausinn fara hér í gegn og þá snúið hans upp á þetta og svo snúið tilbaka og svo herðið skrúðar hérna að. Þannig hér er rofinn bara fastur í, ítið hérna á hann, klikk og þá rífur hann rafmagnið eða leiðir rafmagnið. Og þá er þetta svona, hérna er perustæðið komið, hérna er rofinn kominn og nú vantar bara að setja snúru, þetta eru kallar ídráttarvírar en snúra það er svona mjúkur vír, fjölþættur og hann kemur hér í gegn hérna og þið klippið svona cirka svona þessi 8 cm að 10 hérna og hingað og afeinangrið vírinn hérna, takið plastið hérna af koparnum og vefjið þetta saman pluttunum, þess að þeirra víra hérna. Þetta enda hulsur, þetta eru þunn rör, járnrör, þið rennið hérna upp á og hérna upp á og hérna upp á og hér er töng, þetta er endahulsur töng og klípið hérna saman og klípið hérna saman og klípið hérna saman. Og hérna sjáum við hvernig gerði þetta. Hér er endaður svona komin upp á jarðvírinn og svo klípið þið með tönginni, finnir rétt gat á tönginni og klípið þetta saman
og þá eru komið endurhulsur á alla þessa 3 víra og þá seti ég þá við tengi. Hérna kemur sem sagt rafmagnið hérna inn úr snúrunni og það fer hérna í vírinn heima á rófanum, jörðin fyrir jörðina og núllið fyrir núllið. Hér er bara 0, hér er bara jörð og hér er bara fasi. Tengin leiða saman. Það eru 3 göt hérna í þeim og þau leiða, þetta gall leiðir hingað og þetta leiðir hingað. Alltaf sama rafmagn á öllum þessum vírum. Ok, og síðan er komið að klónni, þetta er kló hérna, rafmagnskló og jörðin er alltaf hérna í miðjunni, miðjan fer hérna í plastið, í járni hérna utan á og svo kemur blái öðrum megin hérna, í annan þessara pinna hérna og fasin í hinn pinnan. Það skiptir ekki máli hvor fyrir hvað og hérna þurfum við sem sagt að hafa þessa víra það langa að hvíta plastið hérna, það nái að fara hér undir, þess að togfestu hérna. Og síðan þarf vírinn þessu blái, hann þarf þá að ná hérna fyrir hornið og fara svo hingað og hérna undir skrúuna hér með kopparinn, eða endahölsu á þetta hérna, stík hérna endahölsu hérna inn og herði skrúuna hérna á. Og þá lítur þetta svona út þetta búið. Hér sjáðu þið, hér er hvíta plastið, það nær hérna undir og hérna í gegn. Það fer aðeins lengra heldur en bandið hér, þetta plastband hérna yfir. Þannig að því ég togið hérna í, þá togið ekki í þessa víra, þetta er bara hérna í kápuna hvítu. Og áttu ykkur á því að vírarnir hérna, bæði brúni hérna og blái hérna, þau verða að fara fyrir hornið hérna. Ef þið fara hérna yfir, þá getið þið ekki lokað klónið saman. Þannig að hérna bakvið og hérna yfir og hérna bakvið og svona. Og þú bara smellið bara lokinu á þetta og þá er þetta tilbúið. Hér vantar bara peruna hérna honni og hér er rofinn og tilbúið það fyrir samband. Og svo finnir ég loka á þetta og lokið hér. Og að þið kennari, þeim er ekki stingið samband sjálf, kennari verður að gera það og hér er rásinn komin í samband og tilbúin. Hérna fyrir klóin í innstunguna, hér eru 220 volt, hérna er lífshættulegt rafmagn, þau fara gætilega með rafmagn og hér fer rafmagn í gegn hérna inn í rofan, hann er annarkvæmt opinn eða lokaður og kveikir á perunni. Takk fyrir.